Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin sjónvarp Víkurfrétta. Suðunin sem menn hafa lengi vel barist fyrir stóriðju, sérstaklega eftir brotthvarf varnarliðsins og bankahrun, þegar atvinnumálin hafa átt á brattana sækja á svæðinu. En suðunin sem menn eiga eina risastóra stóriðju. Hún hérna á bak við okkur. Við erum að tala flugstöð Leifs Eiríkssonar og hún virðist bara kunna að stækka. Nýtt verslunar- og veitingasvæði í flugstöð Leifs Eiríkssonar var opnað formlega í síðustu viku eftir gagngerar endurbætur. Svæðið orðið hið glæsilegasta með fjölbreyttu úrvali þjónustu. Verslanir bjóða stórauki úrval af fatnaði, gjafavöru, íslenskri hönnun og handverki og veitingasvæðið mun stærra og fjölbreyttara en áður. Við opnunina buðu Ísavía og rekstraraðilar á svæðinu til fagnaðar þar sem verslanir og veitingastæðir kynntu vöru sínar og þjónustu og buðu upp á fjölbreyttar veitingar. Haldin var glæsileg tískusýning framleidd af Ingibjörgu Gretu Gísladóttur. Þema sýningarinnar var ferðalag og útivist og sýndar voru vörur úr verslunum í flugstöðinni. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við Björn Óla Hauksson, forstjóra Ísavía, við þetta tækifæri. Í síðari hluta þáttarins rætt við kaupmann sem hefur rekið verslun í flugstöðinni í 17 ár og þá kynnum við okkur einnig veitingareksturinn í flugstöðinni. Björn, hvaða framkvæmda pakka var að ljúka hérna núna í flugstöð Leifs Eiríkssonar? Já, nú erum við búin að taka hérna brottfarar á verslunarsvæðið fyrir farþegana hérna sem að fara í gegnum flugstöðuna. Og það sem skiptir öllu máli núna var það að við sáum fram á það fyrir nokkrum árum síðan að þetta svæðið myndi vera á lítið, bæði verslunarlega séð og líka bara við værum ekki með aðstöðu til þess að fyrir farþegana, hvorki veitingaraðstöðu eða bara til þess að vera hérna inni. Þannig að það var tekin ákvörðun þá að endurbyggja skipuleggja svæðið sem okkur hefur núna tekist. Við erum búin að fá nýja menn hafa fengið stærri verslunarsvæði, 800 fermetra verslunarsvæði. Við erum búin að stækka svæðið fyrir flugvendina, þannig að við getum fengið fólk hraðar inn í stöðina, það þarf ekki að bíða í biðröðum. Og núna getum við sagt að núna næstu árin allavega, með þennan hraða sem við erum að sjá í aukningu farþega, þá getum við sinnt okkar farþegum á þenn hátt sem þeir eiga að hafa hérna í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nú eru allnokkrir nýjir aðilar hérna í verslun og þjónustu. Er aukning á því sviði eða er þetta bara nýjir aðilar? Já, sko, það raunverulega ekki svo margir nýjir aðilar sem inn. Það einu aðilarnir sem hafa komið hérna inn hérna þeir sem halda utan fashions og accessories. Það einu nýju aðilarnir sem hafa komið inn vegna þess að Nord sem fór í samvinnu við Lagardère aðilar sem búin að vera hérna í mörg ár í flugstöðinni. Og það sem var ánægjulegt þegar menn komu hérna inn, það var að sjá hvað vel þessi aðilar sem höfðu að vera hérna voru samkeppnisfærir við jafnvel stór erlend fyrirtæki sem voru að reyna að komast hérna inn. Það hafi verið einhver gagnrýni í gangi í sambandi við allt þetta dæmi. Hverju svarar því á þessari stundu? Já, mér finnst þetta bara svolítið sorglegt að mönnum svona taka þessu svona illa. Ég held að kannski fyrst og fremst að segja þetta menn eru svona að allir vilja geta komast hérna inn. Ég meina við gætum fyllt þetta svæði mörgum sinnum og hefði bara verið gaman að hafa verslunarsvæði sem væri miklu stærra og bjóða fleiri mönnum inn hérna. En ég held bara ef við horfum á framtíðina og sjáum kannski miklu aukningu, við erum að horfa hérna innan næstu ára að vera hérna með nánast bara miklu stærri flugstöð, meira pláss, meira verslunarrými og þá bara spurningum að vera þá fljótari til og tilbúin í slaginn og komast hérna inn og taka þátt í þessu sem að gerast hérna í dag, eða í framtíðinni hérna inn á svæðinu. Þannig að þetta mun bara, ég segi bara komum við aftur og taki þátt í þessu. Nú er rauninni ekki rétt að segja að ferðasumarið sé hafið. Nú er þetta í rauninni orðið bara ferðaárið á Íslandi. Það áframhaldandi mikil aukning. Já, sko, aukningin hefur farið langt fram eftir björtustu vonum. Við sáum bara hérna í maí, þá fengum við yfir 30% aukningu með við maí í fyrra. Og við getum bara sagt að febrúar sem var í gamla daga lélegasti ferðamánuðurinn okkar, hann núna jafnstór og júní var 2009, það ekki lengra síðan.
og við erum að sjá hérna alla mánuðina eru miklu fleiri. Enda erum við líka komnir frá að vera, ef við tökum 2009 dæmi þegar Keflavíkurflugvöllur var stofnaður, þá fórum við upp, við vorum með 1,7 milljónir farþega, nú erum við að nálgast 4,7 milljónir farþega, þannig við erum að horfa á 3 milljónir farþega í viðbót sem koma hérna inn á svæðið. Hafi ekki verið ýmsir vaxtarverkir með þessu? Það eru þetta alveg rosalegir vaxtarverkir, en ég ætla samt að segja að fólkið hérna, bæði verktakar, okkar eigið fólk, þjónustuaðilar, verslunar, hafa allir staðið saman til að tryggja það að við höfum getað haldið frábæri þjónustu, og ég leyfi mér að segja frábæri, eins og við vorum auðvitað 2014 að vinna hérna Bellum sem besti flugvöllur Evrópu, og það mat ekki bara einhver aðlót í bæ, heldur það mat farþegarnir sem fara flugstöðina. Það sem var gaman að vara meðan menn voru að vinna hérna, þá vorum við ennþá sá mjög góðar niðurstöður af þjónustukönnunum sem voru með, og það bara sagði okkur það að menn voru að standa sig bara ennþá betur í öllum látunum og uppbyggingunum og hávaðanum og reykinu. Þá voru menn að gera vinnuna sína alveg frábærlega hérna á svæðinu, og það maður getur verið bara stoltur að vera partur af því. Það hefur verið talað að þetta sé svona eina aðal stóriðjan, flugstöðin. Nú svo komið að atvinnuleysi orðið mjög lítið. Hvernig gengur að manna öll störf hérna? Já, ég get bara sagt það að við höfum svona áhyggjur af því. Við erum að horfa á miklu stærri, en bara næsta árið þá erum við að tala um kannski 700-800.000 farþega viðbót, og það þarf að sinna þeim. Og við höfum séð að menn eru svona nánast, menn eru svona stela góðu starfsfólki hvor af öðrum hérna á svæðinu. Við höfum menn svona reyna að ná mönnum inn, og það þýðir bara það, og ég held að það sé gott fyrir Suðurnesin að það vantar greinilega gott fólk, og það komin tími núna á bendamönnum á það er pláss hér fyrir menn að flytja hingað og búa hérna á þessu svæði. Hér er möguleikar frá gott húsnæði, góðri aðstöðu og vinnu sem er hægt að fá til framtíðar, ekki bara einhvern stuttan tíma. Þannig að ég vona að það kom bara sem flestir að flytja til Suðursvæðisins svo við getum farið að fá það hingað upp og vinna með okkur eða vinna með samstarfsaðilum hérna á flugvöllunum. Og þið hvergi hægt, það eru stór framkvæmdir framundan við frekari stækkun á flugstöðinni? Já, það eru bara mjög stóra framkvæmdir sem við erum að horfa. Við búumst við að stækka alla byggingarnar okkar núna hérna næstu bara 2-3 árin. Strax í ár munum við byrja að undirbúa stækkanum bæði hérna í norðurbyggingunni, hérna sem fer þá við til vesturs og austurs. Við förum að stækka suðurbygginguna til að stækka svæði sem að menn geta farið í gegnum passaskoðunni hjá lögreglunni. Það við verðum að gera það, þar kom svo margir farþegar þar. Og svo þurfum við þetta líka að stækka þessa byggingu hérna. Þó að þetta sé glæsilegt, flott svæði, okkur vantar pláss eftir nokkur ár og við verum bara að vera viðbúnir því. Þannig að það verður mikið að gera. Hvað geturðu sagt okkur frá því eitthvað í stuttum máli? Er þetta að gerast á næstu 2-3 árum þessi stækkanir? Já, við erum að fara núna, við erum að ljúka masterplanin okkar, svo kalluðu, sem er bara áætlun fyrir hvernig við sjáum okkur fyrir uppbyggingu flugstöðvarnar og Keflavíkurflugvallar. Núna bara strax í næstu viku, þá munum við hefja vinnu við deiliskipulag fyrir svæðið til að undirbúa það. Og við sjáum fyrir okkur hérna í lok ársins, þá fórum við í hönnunarsamkeppni viðbyggingarnar. Og þannig að við erum að 2016, pott hérna við höfum að byggja. Og ég held að við munum ekki stoppa næstu árin, sko. Ég held að við erum alltaf ein ný viðbygging á ári í nokkur ári eftir á. Er aldrei stopp, en kannski ekki á meðan það er farþega aukning allavega? Já, þessi farþegaaukning sem við erum að sjá hérna, hún er langt umfram það sem við sjáum á öðrum flugvöllum í Evrópu. Menn teljast vera góðir að fá 3-7%, og eins og við erum að segja, við höfum verið að horfa á meðaltal síðan 2009, höfum verið að horfa á meðaltal aukningur hér á Keflavíkurflugvelli 16,5%, og það segir bara það, þessi aukning, hún kallar á viðbyggingar. Bara eitt og sér aukningin hér í Keflavík, hún er bara eins og nánast eins og helmingur af því sem var 2009 og það var 4. stærsta árokkur þangað til. Það frá því að flugstöðin var byggð, sko. Þessar miklu framkvæmdir, það hljóta nú að kosta sitt? Já, það er alveg rétt, það verða mjög dýrar. En þess vegna erum við á fullu núna að reyna að sjá hvernig við getum fengið peninga til að standa undir framkvæmdunum. Og þetta getur sagt þessar miklu framkvæmdir sem við höfum verið hérna inn á Vesturlandssvæði eru partur af því. En við höfum þetta fengið bara boð frá fólki, þeir sem komu hérna inn á svæðið. Þeir sáu til þess að vera með góðar áætlanir sem gerðu það að verkum að við treystum þeim að búa til peninga sem verða svo allir notaði til að þróa flugvöllin með allar þessar stóru framkvæmdir. Þannig að það er alveg grundvallaratriði og þess vegna gerðum við breytingarnar á sínum tíma og fórum út og buðum út.
og það núna bara strax fyrir að skila þegar við sjáum að við erum að fá peninga sem eru strax fyrir að borga niður þessar framkvæmdir sem eru hér. Þannig að stöðin að njóta meiri velgengni aðilana sem eru að selja þjónustu og vöru. Já, það hefur allur peningur sem hefur verið myndaður hérna, hefur, þökk sé gefur sig átt velvilja ríkisvaldsins og fjármálaráðuneytisins. Þeir hafa allir peningin hafa farið aftur til að byggja upp flugvöllin og flugstöðina. Og ef við hefðum fengjum ekki þá peninga hérna inn, þá getum við ekki byggt jafn hratt. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Kjartan, þú ert búin að vera lengi hérna í flugstöðinu og búin að vera hvað lengst? Já, ég búin að vera hér síðan 1998 eða í 17 ár og hér enn og nú komin á nýr samningur við flugstöðina næstu 7 árin. Þannig að þetta allt góðu tími í minni verslunarsögu og ég bara unni hag mínum vel. Hvaða hugmynd, hvað fékk þið til þess að koma hérna inn á sínum tíma? Ég var með með gleraugnarverslun hér í nágrennu og ég var einnig með gleraugnarverslunina á það sem við köllum Kanavelli eða innan varnarsvæðisins og þar var ég að selja þessa vöru án tolla og án virðisauka eða söluskatts og ég mér dreymdi alltaf það að geta boðið þetta líka Íslendingum. Þetta var ekki bara, þyrfti endilega að vera bara fyrir Ameríkana. Ég var jú hér á íslensku landsvæði. Þegar að sá möguleiki kom að opna hér möguleika fyrir einkarekin fyrirtæki, þegar var útboð hér 1997, þá var ég strax ákveðinn að reyna að sækja hér og komast hér inn með mína starfsgrein. Það gekk eftir og hér hef ég verið síðan og ég svo eini sem gleraugnarverslun svo ég viti til í heiminum inn á fríhafnarsvæði með alvöru gleraugnarverslun. Þetta ekki bara sólgleraugu, þetta eru styrkleikagleraugu, þetta eru sjónmælingar, þetta eru kontaktlinsur og hér smíðum við vöruna. Og þetta eftir því sem ég kemst næst einstakt. Og hvernig hefur svo gengið, hefur þessi hugmynd þín að fara alla leið með gleraugnarverslunina, hefur hún gengið eftir maður einhvern veginn? Ímyndaði sér í upphafi að það væri nú ekki hægt að koma hér og láta mæla sig og gera þetta allt saman? Já, fyrst að gera sér grein fyrir því að hugsanlega gat þetta, það var mikil óvissa framundan, þetta gat hugsanlega komið í ljós að bæri sig ekki, gæti ekki gengið. Ég alltaf á mínum þegar ég á skokka að hugsa hvað ég get gert næst, hvernig get ég í raun og veru þróað fæið, hvað get ég boðið upp á eitthvað nýtt. Og að sjálfsögðu gerði ég mikla breytingu á gleraugnarferlinu, afgreiðsluferlinu þegar ég bauð fólki upp á það að ég myndi búa til gleraugu hér á staðnum og innan við 15 mínútum, öll algengustu gleraugu. Til þess þurftu þetta fullkomnustu tæki og það var bara lagt í það að útvega það og það hefur sannarlega borgað sig og gengið eftir og ég auðvitað mjög ánægður með það. Það var náttúrulega gríðarleg breyting í farþegafjölda á þessum tíma. Jú, en ennþá eru það fyrst og fremst Íslendingar sem versla við mig og þegar talað mikla aukningu á fólki hér í gegnum flugstöðina. Þetta jú mjög stórt markaðstorg með tilliti til þess hvað hér koma margir á ári. Að þá eru mínir viðskiptavinir fyrst og fremst Íslendingar. Og það finnst mér afskaplega vænt því að ég get líka gefið eftir þjónustu eða viðgerða þjónustu og annað í verslanum mínum utan svæðisins sem grundvallaratriði.
en útlendingar eru núna í ríkum mæli að nýta sér okkar ágæta verð á merkjavöru og við erum að sjá það vaxandi mjög. Þetta náttúrulega bara eins og hver önnur tíska er það ekki í glerugum eins og fatnaði og öðru, fer þetta ekki í, hvað eins og maður segir, í hringi? Já, fer í hægar hringi, þetta á ensku sagt að þetta sé æver, þú klæðist þessu, þú klæðist glerugunum, þú klæðist jakkanum eða kápunni, en auðvitað þetta líka spurning það að þetta hendi andlegslag og annað hendi þeirri umgjörð sem að þú ert að velja og hér eru við með góða reynslu í því að gefa þessa ráðgjöf, því að trúðu mér að máta glerugu þar sem að styrkleikin ekki í glerugunum, það getur verið erfitt fyrir það að sjá hvernig umgjörðin kemur út, horfandi í speilin. Við erum þess vegna hér, eins og ég vil oft segja, maður og mann þjónusta að hjálpa fólki við að velja rétta umgjörð. Og þú ætlar að halda því áfram allavega næstu 7 ári? Veistu það er bara dásamlegt að geta tekið næsta dag og gert það á morgun það sem maður getur gert í dag. Ég hef það sem lífsmotto hjá mér. Sigurður, nú er Lagardère langstæðsti aðilinn hérna í veitingaþjónustu. Hvað er þetta mikil starfsemi hjá okkur í flugstöðinni? Þetta er töluvert starfsemi, það hjá okkur starfa í dag 150 starfsmenn og á 7 stöðum. Þetta er starfsemi sem nánast allan sólarhringinn, við opnum hérna upp úr 4 og lokum upp úr 2 á næturnar, þannig að þetta er gríðarlega mikið. En sem betur fer þá hefur tekist núna síðustu dagana að klára að manna staðina, þetta hefur verið erfitt og við höfum þurft að fara út fyrir stór Reykjanessvæði til þess að gera þetta, en þetta umfangið 150 starfsmenn, 7 staðir og eðlilega erum við að þjónusta 1,5 milljón farþega hérna meina á ári í svokallari norðurbyggingu, en við erum líka í suðurbyggingunni og það eru svokallaðir transitfarþegar og það eru þeir farþegar sem ekki koma inn til Íslands og það er líka gríðarleg áskorun. Og vegna þess að það er mikil aukning í því hjá sérstaklega Icelandair og við þurfum að þjónusta þessa aðila líka sem eru að fara milli Evrópu og Bandaríkjanna. Hvað er það helsta hjá þessum stöðum? Hvað er það helsta sem eru að bjóða upp á? Já, hver er fjölbreytnin í þessu? Já, við vorum hérna, áður vorum ég og viðskiptafélagi mínir með stað sem heitir Nord og rákum hann í 5 ár hérna fyrir forvalið. Og við erum með ennþá Nord sem svona fínni og betri staður með matreiðslumenn á fremsta bekk og erum með vöruúrval þar sem eins og gerist best í heiminum. Fengur reyndar verðlaun eða útnefningu sem 4. besti veitingastaður í heiminum á flugvelli í fyrra og annar besti í Evrópu. Við erum síðan með fjölbreytt úrval til þess að mæta kröfum allra eða mæta þeim þjónustu stöðlum sem menn vilja. Við erum með líka svokallað mathús og það svona maður getur sagt að þessi fjölskyldustaður. Þú getur tekið matinn þinn sjálfur, þú getur pantað hann á grilli og þú getur náður í salatbar og svo frammeins og það er svona gríðarlega stór staður og er með 500 sæti og er langstærsti veitingastafurinn hérna hjá okkur. Síðan erum við með Loksins bar sem er íslenskur bar með íslenskan bjór og íslenskar áherslur og reyndar íslensk áhersla gríðarlega mikil í mathúsinu og barinn hefur þegar fengið mikla viðurkenningu og fyrir hönnun og ýmislegt fleira og í einhverju erlendu tímaritinu voru við kosin einn af 7 bestu hangouts eins og þeir kalla þetta á flugvöllum og þá var nú ungt fólk og ungir markaðsmenn sem bjuggu til nafnið, við ætluðum ekki að kalla þetta en þeir sagðu að menn eigi að koma á flugstöð og segja Loksins af því að þá finna þeir barinn. En þannig hefur komið mjög vel út og skemmtilegur hönnun og við erum meðal annars þar í glugganum með alla fjallasýnina í austur og norður af Reykjanesi, þannig við erum með frá Keili og alveg upp í Akrafjallið og þar á glugganum útskýrt fyrir viðskiptavinum okkar fjarlægðin frá þeim stað sem við erum. Það er sýnt Hallgrímskirkjan að hún sé 38 km fjarlægð í beinni línu, 77 metrar á hæð etc. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Síðan erum við með alþjóðlegt kaffihús sem heitir Segafredo sem ítölsk, má segja, hönnun og ítölsk hugmyndafræði. En þannig var að í gamla daga þá
og alveg fram til 2000 væntanlega, þá fóru gríðarlega mikið af Þjóðverjum og Austurríkismönnum, Svisslendingum til Ítalíu í ferðalög. Og þeir fengu þar þessa ítölsku kaffimenningu og hún þróaðist þannig að hún fór yfir Alpana tilbaka og inn í Þýskaland og Austurríki, þannig að það má segja að þetta er svona mið-Evrópu kaffihúsastemning, mjög mikil gæði og fáir skemmtilega móttökur. Það er ofsalega flott hönnunin á þessu og mikið af sætum, allir fá sæti og annað slíkt. Nú síðan erum við með sælkeraverslun í Norðurbyggingunni og hún byggir á svona 3 stoðum. Það er fyrsta lagi Íslendingar sem búa erlendis og er að fara heim og til sín í Danmörku eða Noregi eða hvar þeir búa og þeir hafa mikil áhuga í að versla ýmsa vörur og okkar samstarfsaðilar útlensku skildu ekki af hverju voru með vorabönur og SS-pilsur en við sögðum að þetta er selt í 20.000 eintaka fyrir þessa aðila. Markhópur nr. 2 eru Íslendingar að fara að heimsækja vini og kunningja og þeir taka líka með sér gríðarlega mikið af íslenskum vörum. Nú síðan eru útlendingar og það er mjög misjafnt hvað þeir kaupa. Ég spurði daginn af hverju eru öll kryddsíldin búin. Þá var mér sagt, já það komu Rússar og þeir keyptu alla kryddsíldina eins og hún lagði sig. Síðan eru lýsisvörur og aðrar vörur sem fara í miklu magni. Til að mynda þá eru Asíuþjóðirnar, það eru gjafmildar, þegar þú kemur tilbaka og ferðalegi þá gefur 10-15 manns einhverjar gjafir og þá er rekt að kaupa 10-15 glös af lýsispillum og svo framvegis, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Og síðan hafa starfsmenn mínir sagt mér og þeir voru í fyrrverandi búð að meðal annars í ágúst og september þá verðum við að hafa 3-falt magn af rektun laxi vegna þess að þá eru Ítalarnir og Spánverjarnir og Frakkarnir á Íslandi og þetta er bara það sem þeir þekkja. Þannig að þetta er gríðarlega skemmtilegt að vera með mismunandi tegundir af vöruframboði fyrir mismunandi þjóðir og eins er þetta á okkar stöðum, hvort sem það er Nord eða Mathúsi eða Segafredo eða Loxinsbar, að það er mjög mismunandi framboði og allir er að geta fundið eitthvað fyrir sig og í algjörlega nýrri hönnun. Og það er svo skemmtilegt þó að við séum með ítalskt kaffihús, þá er það náttúrulega ítalskt, en allt hitt er íslensk hönnun, íslensk smíði, íslensk húsgögn og íslensk lukk. Og í Mathúsinu, og ég veit að Íslendingar er eftir að meta það í framtíðinu, þá erum við með risaskjái, 3 risaskjái og í augnablikinu erum við með eldgos í þeim og sólarljós og norðurljós og ýmislegt fleira. En þetta eru svona skjáir sem að þú getur horft á í langa leiðir, en þegar þú situr hjá hana þá truflar hann ekki. Þannig þetta er svona það nýjasta í þessu business og 17. júní þá verður íslenska flaggið þarna og 4. júlí annað flagg og svo framvegis. Þannig að þetta gefur svona tækifæri í þessu, en aðalmálið er það að við erum að reyna og kröfur flugstöðarinnar sem hefur unnið fullt af velunum og annað slíkt, þeir eru bara búin að setja standardina aðeins hærra og vilja eðlilega halda sínu sæti sem einn af leiðandi flugvöllum í þessari stærð í Evrópu og þannig að kröfurnar gagnvart okkur eru mjög miklar. Það eru miklar gagnvart vöruframboði sem er hluti af þjónustustiginu og síðan er líka gríðarlega kröfur til okkar starfsmanna sem eiga að veita þessa þjónustu og vera glaðir og bjóða góðan daginn og mæta þessum Íslendingum og útlendingum sem eru að versla við okkur. Það er gríðarlega áskorun fyrir okkur að halda þjónustustiginu og hafa alla góða, en það er ekki alltaf hægt þegar vaktirnar eru langar og næturnar líka og þannig að þessum erum við með 150 starfsmenn sem eru þó að þjónusta þessa 7 staði. En þetta er mikil áskorun en það er mjög gaman og það er nú aðalmálið. Það hlýtur að vera skemmtilegt þegar húsið er oft svona vel manna, getur við sagt. Það er svo mikið af fólki þetta. Já. En þetta er nú staðan hjá okkur er nú þannig að suma næturnar milli miðnættis og 2 eru kannski 15-20 vélar sem voru kannski fjöldinn fyrir 4 árum á daginn. Og núna erum við kannski 60-70 vélar á dag og við erum að tala 10.000 farþega. Þetta er alveg ótrúlegt dæmi og síðan hafa neysluvenjur farþega breyst mikið og það er ekki síst vegna þess að við erum með til að mynda 2 eða 3 lággjaldaflugfélög og neysluvenjur þeirra eru þannig að þegar þú ferð frá heimalandinu með lággjaldaflugfélagi þá kaupirðu
iðulega eitthvað borð eða mjög stór hluti. Þegar fer tilbaka þá hugsaður með allir sé eitthvað eftir og þá verslar á flugvellinu. Þannig að við erum með mjög skemmtilega viðskiptavinni frá þessum lággjaldaflugflugum. Bestu viðskiptin af þeim flugvöll í Edinborgar, það er sterkt efnahagssvæði í Skotlandi og við finnum það alveg. Kúnnar sem eru sérstaklega góðir hjá okkur eða viðskiptavinnir, ef ég mæli það út frá magni eða hvað er kaupa dýrt, það eru norðmenn, kannski að minnka eitthvað hjá þeim núna eftir að það er harðnað dalum pílnítið. Rússar voru og eru sérstaklega skemmtilegir viðskiptamenn en þetta flóran svo stór og við erum með einnig fólk sem kemur og spyr hvort það getur fengið heitt vatn sem það fær eðlilega og þetta allt þar á milli, þannig að þetta voðalega gaman. Leið og þökkum fyrir áhorf við minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, prentútgáfu, Víkurfréttavefinn vaff.is og kylfingur.is fyrir kylfingana. Þið getið nálgast eldra efni sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-brásinni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur og sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl. Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú